Þá skulum við ganga til atkvæða þessar tillögur. Þau sem samþykkja tillögu, svohljóðandi tillögu: lagt til að borgarstjórn samþykki fyrirliggjandi tillögur stjórnar SSH hlutdeild hvers sveitarfélags í akstri á vegum ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk á grundvelli þess tíma sem sveitarfélagið notar. Fyrirkomulagið gildi afturvirkt frá 1. janúar 2015. Þau sem samþykkja þá tillögu gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Það samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Er það rétt? Já. Þá göngum við til atkvæða svohljóðandi tillögu. Lagt til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar 70 milljónir króna árið 2015 vegna breytinga á kostnaðarskiptingum milli sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu vegna ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Breytingin færist á kostnaðarstað F3650 og verði fjármögnuð af handbæru fé. Breytingin hefur þau áhrif að rekstraniðurstaða aðalsjóðs A-hluta og samstæðu verður 70 milljón krónum lakari en áætlað hafði verið og handbært fé lækkar sem því nemur. Þau sem samþykkja þessa tillögu gefa merki. Þau sem á móti kunna vera, hún er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá göngum við til annars liðar á útsendri dagskrá sem er þá orðinn 4. liður á dagskrá fundarins. Þar eru gjaldskrár fyrir árið 2016 samanber 37. lið fundargerðar borgarráðs frá 10. desember. Þar skulum við taka allar gjaldskrárnar til umræðu saman. Það sum sé tillaga borgarstjóra ásamt greinargerð dagsett 8. desember 2015 varðandi gjaldskrár fyrir árið 2016 samanber 37. lið fundargerðarins. Þar undir tillaga gjaldskrá heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, tillaga gjaldskrá fyrir hundahald, tillaga að sorphirðugjaldi, tillaga að gjaldskrá skipulagsfulltrúa. Allar þessar tillögur verða svo bornar upp sameiginlega en þurfa að vera hér í fundargerð sérstaklega. En hv. borgarstjóri hefur hvatt til hljóða vegna málsins. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil bara aðeins að fá orð þetta. Við erum hér að afgreiða gjaldskrár sem að öllu jöfnu eru afgreiddar samhliða síðari umræðu fjárhagsáætlunar. Það sem að ástæðan fyrir þessari seinkun er í raun og veru sú að það kom fram breyting á þjóðhagsspá nokkuð seint þar sem að raun og veru verðlagsáhrif eða verðbólguáhrif voru áætluð verðbólgu var lækkuð, spáin var lækkuð 4,9% í 3,2%. Okkur þótti eðlilegt að færa og sjálfsagt að það sjálfur sér ein okkar aðalforsenda í fjárhagsáætlun er þjóðhagsspáin og því eðlilegt að færa meðalhækkun gjaldskráa í 3,2% eins og þessi nýjasta spá Hagstofunnar verðbólgu segir til Þannig að tillögurnar sem eru unnar af sviðunum varðandi samsetningu hækkana og viðmiðið gera sem sagt ráð fyrir því að tekjur hækka meðaltal 3,2%, ekki 4,9% eins og við gerum ráð fyrir áður. Þessar hækkanir gjaldskrá eiga standa undir þeim kostnaðarauka sem gera má ráð fyrir vegna verðbólgu að nokkru leyti. Samsetning gjaldskráin er auðvitað mismunandi eins og gengur, sumar hækka ekkert, sumar hækka meira en meðaltals hækkunin nálægt 3,2%. En eins og ég segi þá kemur þessi tímasetning núna fyrst og fremst til af því að þessar forsendur lágu fyrir heldur seinna en við höfum gert ráð fyrir. Takk fyrir kærlega. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða allar þessar gjaldskrár saman samanber útsenda dagskrá númer 2 en það er annan lið á útsendu dagskrá en það er mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir að hér er verið að greiða atkvæði þetta allt saman sem sagt, gjaldskrá heilbrigðiseftirlits, gjaldskrá fyrir hundahald, sorphirðugjaldskrá og gjaldskrá skipulagsfulltrúa. Þau sem að samþykkja þessar gjaldskrár gefi merki. Þau sem á móti kunna vera, þær eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá er komið